í rauninni og sjálfbær nýting á ábyrgð veiðifélaga. Þegar við erum út í sjó, þá það ráðherrann sem ræður því hvað má veiða mikið eftir ráðgjöf. Við getum verið með ráðgjöfin í rauninni, þá það veiðifélögin sem bera ábyrgðina. En ég ætlaði að tala villta laxfiska og fiskeldi. Við fengum það verkefni upp í hendurnar að vera inn á sama sviði með bæði villta laxfiska og fiskeldi. Það getur verið býsna snúið og það sem ég vildi segja líka það að umræðan fiskeldi hún hefur verið afar hávær. Og það hafa verið andstæðir pólar sem að takast á og átök hafa oft verið að yfirskyggja að mínu viti vitræna umræðu. Þetta svona eins og skotgrafahernaður og í rauninni það þannig að það hvorugri atvinnugrein til framdráttar. Og ég vil líka meina það hefur alveg komið fyrir að það sé verið að fara í mannin en ekki boltan og ég vil meina þá eru menn komnir út í eitthvað annað heldur en vitræna umræðu. Og ég stilti bara upp hérna einhverjum skotgrafa myndum úr fyrra stríði og stundum það þannig að hér mynd af stofnuninni okkar og við höfum stundum óskað þess að hafa smá hjálm því að við lendum oft í skotlínunni. Ekki þar fyrir að við erum kaup, við höfum ekki að vera veir okkur við því en það sem að skiptir máli að umræðan sé á vitrænum nótum. Við vitum það að laxeldi vaxandi. Framleiðslan í sjókvíum var yfir 50.000 tonn á síðasta ári. Það aðeins eldi líka á landi sem vaxandi og menn að verið að horfa til þess að landeldi sé eitthvað sem við tökum muni koma til með að taka við og leysa öll vandamál en eflaust fylgja því einhverjar áskoranir líka. Hlynur búinn að fara yfir stöðuna á laxastofnunum okkar. Það bara hér svona þetta gamla útlit, blái hlutin af myndinni landaður afli, sá græni þarna það sem búið til með í hafbeit og þar eru rangárnar langstærsti hlutin. Segi veið og sleppa græni hlutin og rauði veiðin sem búin til með fiskrækt í rangánum. Og svo súlurnar hér til hægri, þetta þróunin á afla á Atlantshafslaxi í heild sinni. Ef við bara horfum og greinum stöðuna á villtum stangveiði á villtum laxi og við leiðréttum fyrir hafbeit og veið og sleppa þá var veiðin á árinu 25 svo lægsta sem við höfum séð og ef við horfum á þróunina að þá heildarstofnstærð allra laxastofna á Íslandi í kringum 80.000 fiskar að meðaldali sem þá bláa línan. Stofnstærðin hefur farið minnkandi og við sjáum líka að það eru meiri sveiflur á milli ára núna í seinni tíð heldur en áður hefur verið en eins og Hlynur var búinn að koma inn á að þá hefur hrygningarstofni verið haldið uppi með því að auka það sem veitt og sleppt. En það eru áskoranir. Ef við tökum fyrst áskoranir í fiskeldi, að þá eru umhverfisskilyrði á Íslandi, hitastig og veður, lakari heldur en allavega í Noregi sem með langmesta framleiðslu hér í Norður-Atlantshafi. Það áskorun að koma á laxeldi, það hár stofnkostnaður, það líka áskorun að halda fiskum innan kvía, vera með búnað sem nægilega traustur, koma vekk fyrir strók, halda niður í kynþroska sem greinilega áskorun, það að vera innan áhættumats erfðablöndunar, það hafa verið að koma hér upp sjúkdómar, það slagur við laxalús, fiskilús, lyfjaónæmi lúsa líka vandamál og það að koma í ljós núna skortur á lyfjum að eitt af þeim 3 lyfjum sem hefur verið notað til þess að eiga við lús að þar lúsin að verða ónæm og það verið að hætta framleiðslu þannig að bara verkfærin í verkfærakistunni þeim kemur til með að fækka. Afurðaverð eins og sýnt hér til hægri að þá afurðaverð lágt nú stundir
og á svipuðu róli eins og var á COVID-tímanum. Verð fer náttúrulega bara eftir verði á markaði, en tollar í Norður-Ameríku, stríð og annað hefur líka áhrif, og ég vil meina það líka að ein af áskorunum í fiskeldi, það neikvæð umræða. Ef við horfum á síðan villtu áskoranir varðandi villtar laxar. Hlynur búinn að fara inn á álagsþætti, en þarna eru áhrif loftslagsbreytinga, minnkandi fiskgengd og stofnstærð, laxeldi, strókulaxar, laxalús, bráðamótvægisaðgerðir sem menn hafa verið að grípa inn í, því að jafnvel þó að það geti verið að hafa áhrif til þess að fjarlægja strókulaxa, að þá getur það líka haft neikvæð áhrif bæði umferðum ár og líka að verða að loka laxastigum eða setja fyrirstöður. Hlynur var búinn að koma hér inn á fiskrækt, að þar eru menn að læra mjög hratt, meðal annars inn á bara erfðir og erfðabreytileika, hvernig við viðhöldum honum. Við erum að fá hérna í nýja tegund sem hnúðlax, við erum að reyna að læra mjög hratt á hvaða áhrif hnúðlaxinn í rauninni hefur, og það að mínu viti gætum verið að horfa á nýja nytjastofn, en það gæti líka verið neikvæð áhrif að ræða. Við þurfum að læra þar mjög hratt, og við höfum verið að fylgjast með því að kollegar í Noregi að horfa til okkar, þeir sjá hvað að gerast í Noregi, hvað búið að gerast í Rússlandi, og menn eru spenntir yfir því hvernig hnúðlaxi kemur til með að vinda fram hér á okkar landi. Við höfum verið að sjá læknandi endurheimtur og dánartölu. Það alltaf áskorun að viðhalda verði á veiðileyfum, því að vissulega þá veiðinýtingin gríðarlega mikilvæg og veitir fjármunum til dreifðra byggða, oft undirstaða undir búsetu í dreifðum byggðum. Við erum að horfa upp á hnignun bleikjustofna, við erum reyndar að sjá jákvæða þætti sem svona hér á landinu, ekki í öðrum löndum, sem hér í Norður-Evrópu, sem við erum að sjá aukna stofnstærð sjóbirtings, og ein af áskorunum líka neikvæð umræða, og eins og ég var að segja þegar að menn eru í skotgröfum, að þá hjálpar, eins og var sagt í Hávamálum, eigi skal böl bæta, benda á annað verra, að það leysir ekki vandamál fiskeldis að horfa bara á villalaxinn, og öfugt, að það ekki hægt að leysa hans vandamál með því að kenna bara fiskeldi af því að það eru fleiri þættir. Þannig að ég skora á það að menn stundum prófið að koma upp úr skotgröfunum og ná vitrænni umræðu og niðurstöðu sem að menn mögulega geta sætt sig við. En hvað erum við að gera til að vakta? Við erum að vakta seiðabúskap eða seiði í mjög mörgum ánfar sem tekin erfðasýni, og hér bara mynd af dreifingunni á þeim svæðum sem hafa verið undir vöktun frá árinu 2015, og greiningin sýnir það að hér erum við með bláu punktarnir hér, eða eru strókulaxar úr sjókvíaeldi, rauðu punktarnir þar eru eldiseiði, hrein eldiseiði eða blendingar, og sjáum við hvernig að laxastofnarnir á Norður- og Austurlandi hópast saman, stofnarnir í Borgarfirði, Ölfus- og Hvítársvæðinu, og svo höfum við blendingar. Þannig að erfðarannsóknir eru að gefa okkur mikilvægar upplýsingar, ekki bara hvort og hversu mikið við erum að sjá af löxum af eldisuppruna, heldur líka að læra á undirstöðu erfðafræði laxa á Íslandi. Það skiptir máli, stofnstærð villtra laxa bara miðað við álagið skiptir máli, þannig að því sterkari sem að stofnarnir eru, þeim mun
meira eða þeir mun þolnari eru þeir fyrir, hvort sem við erum að tala áhrif frá fiskeldi eða umhverfi eða veiðinýtingu og hluti af okkar vöktun að horfa til stofnstærðar. Þar skráning á veiði mjög mikilvæg, en það sem við höfum verið að sjá núna síðustu árin að veiði hlutfall að lækka, mögulega vegna þess að það verið að taka upp fluguveiði í miklu ríkara mæli heldur en áður og veiði hlutfalli, þannig að það þarf að horfa til þess og þar eru teljarar mjög mikilvægir, ekki bara til þess að sjá hvort að strókulaxa að ræða heldur líka hver stofnstærð í viðkomandi á. Það eru myndavélarteljarar orðnir í 14 ám núna og markmiðið að fjölga eina á ári allavega núna næstu 2-3 ári. Við fengum úttekt á áhættumati erfðablöndunar hér fyrr á síðasta ári ætlaði ég að segja, og þar fengum við hvatningu frá Alþjóða Hafrannsóknaráðinu það að auka hreisturtöku og greiningu bæði þá sem mikilvægt til þess að sjá hvort uppruna fiska, en það líka mikilvægt bara til þess að sjá árgangastyrkleika og greina lífsferla, vöxt í sjó, fersku vatni og öðru, þannig að ég vil skora á veiðimenn að vera duglegir í að safna hreistri, því að það tiltölulega ódýr aðferð til þess að safna mikilvægum upplýsingum. Við höfum verið það nú eins og frekt orðið fengið menn frá Noregi til þess að vinna við að fjarlægja laxa úr ám eftir strók með regnköfun, en það kúnst að athafna sig í ám, það kúnst að telja fiska í ám og fjarlægja fiska, og Norðmenn sem hafa reynslu af þessu, þeir að vinna eftir staðli. Þannig að og við höfum verið að fá sérfræðingar frá Noregi til þess að þjálfa okkar fólk í því hvernig á að athafna sig í ám, því að það ekkert eins og bara að fá sér froskalappir og kafaragleru og stinga sér út í á. Það líka, það getur verið hættulegt og það getur haft áhrif. En þetta líka tæki sem við getum haft í okkar verkfærakistu til þess að meta stofnstærð og telja villta laxa og mögulega líka strókulaxa og fjarlægja þá ef þörf á, og þetta eitt af því sem búið að taka upp núna í frumvarpi til laga lagareldi sem fyrir Alþingi, þannig að þar erum við að fá aukið hlutverk. Við höfum annað ár verið að safna úr rúmlega 20 ám á landinu, sömu ár eftir ár, til þess að skoða hvort sé að ræða innblöndun af laxi. Það búið að safna hátt í 25.000 erfðasýnum og það verður búið að greina einhver 15.000 sýni núna í vor. Og þegar við horfum á seiði þá ekki þar með sagt að við sjáum hvað á útliti hver uppruni þeirra og eitt af því sem við höfum verið að læra núna á síðustu árum það líka að eru snemmkynþroska hængar, þannig að snemmkynþroska blendingar þeir geta tekið þátt í hrygningu og borið þá erfðaefni áfram. Það var stórt strók úr Kvígindisdal árið 23. Þar komu þá gögn sem hafa verið að nýtast við greiningar á bara hvað gerist við strók, og eitt af því sem stóru vandamálin voru að í þeirri kví var kynþroska hlutfall mjög hátt, og það hefur verið og áskorun í fiskeldi, það að halda niðri kynþroska. Og í lagareldisfrumvarpinu sem liggur fyrir Alþingi núna, þar eru mjög skýr ákvæði það að það ber að vera með mótvægisaðgerðir til þess að halda niðri kynþroska, og ég veit að eldismenn hafa verið að taka
til í eldisferlum og eru með markmið að bæta þar úr. Til þess að vita hvort og hver áhrifin hafa verið af þessu stroki þá var farið í stórt verkefni. Það var farið í ár og safnað seiðum í ánum þar sem að vart hafði orðið við strokulaxa. Eins og að þá búið að fara í 73 ár, búið að veiða seiði á 151 kílómetra af ám og það hafa veiðst þar einhverjir 20 blendingar undan 6 foreldrum. Og það má líka geta þess að á árinu 24 og 26 að þá hafa verið fjarlægðir 26 eldislaxar með rekum. En burt séð frá því aðeins að koma að einhverjum góðum fréttum, aðeins að horfa á Elliðaárnar renna hér í gegnum höfuðborgina og ráðamenn þar státa sig oft af umhverfinu hér að það sé svo heilnæmt umhverfi í Reykjavík að það sé meiri segja laxveiði á sem rennur í gegnum borgina. Laxastofninn í Elliðaánum honum hnignaði á 10. áratugnum verulega og það var svo komið að á árinu 2000 að þá gekkst Stangveiðifélag Reykjavíkur og Jón Þór sem að þá var formaður fyrir því að hætta að drepa lax í Elliðaánum og eingöngu að fara í veiða og sleppa og það reyndar það að eiga gögn til langs tíma til greiningar afar dýrmætt og líka þá að hafa menn eins og Jóhannes Guðbrandsson sem að slingur í að greina gögn en menn hafa líka gert það áður og í grein sem var birt í Íslenskum landbúnaðarrannsóknum 1978 þá kom fram að það þyrfti það bil 2000 laxa í hrygningarstofni í Elliðaánum til þess að standa undir hámarksafrakstri og svo verðum við að sjá hrygningarstofnin stækkaði í kjölfar þess að það dregið úr sókn með því að veiða og sleppa og það gangan í Elliðaárnar á síðasta ári voru 3438 samkvæmt skýrslu frá Jóhannesi Sturlaugssyni en það líka athyglisvert að veiðihlutfallið það bil helmingur að meðaltali frá fyrri ár sem 42%. Þannig að það að horfa til stærðar á hrygningarstofni í tengslum við framleiðslu getu viðkomandi áa bara það sem að fólk og vísindamenn að gera út allan heim og við sjáum kannski dæmi það hér líka. Aðeins bara í lokin, Jóhannes og þau á Hvanneyri eru búin að vera með líkan til þess að gera spá fyrir göngur laxa inn í ár á Vesturlandi og það búið að merkja þarna inn 2026 að sjá og það byggt á hitastigi á svæði vestur af Íslandi árið sem að seiðin ganga til sjávar. Þannig að spáin fyrir veiðina árið 26 byggir á hitastigi á árinu 25. Það var svipað eins og var 23 og það boðar þá aukningu frá fyrra ári. Annað proxy eða viðmið sem við getum haft til þess að horfa til hvers við eigum að vænta að þá var smálaxagengd á árinu 2025 í lægð þannig að af því að það eru tengsl á milli fjölda smálaxa og stórlaxa árið á eftir af því að þeir eru úr sama gönguseiða árgangi að þá verður kannski ekki eins mikið af stórlaxi í ánum eins og við hefðum verið á óskokkur. En eins og búið að koma inn á ástand laxastofna í Atlantshafi áhyggjuefni og við höfum verið að sjá hnignun stofna í ám á Norðvesturlandi umfram það sem annars staðar og þar skortir okkur þekkingu og rannsóknir til þess að horfa á það. Einhverjir hafa verið að spyrja
hvort að það geti verið vegna þess að seiðin sem að ganga þá vestur fyrir land og fyrir Vestfirði, hvort að það geti verið vegna áhrif laxalúsa, en þar höfum við ekki neina þekkingu í sjálfu sér en mikilvægt að auka hana, og eitt af því sem verið að gera núna í vorleiðangri Hafrannsóknastofnunar að safna umhverfis erfðaefni til þess að sjá hvort að við sjáum einhverjar vísbendingar annars vegar lax á svæðinu og hins vegar magn á laxalús. En bara til að klára, það eru áskoranir í sjókvíaeldi, það eru áskoranir verða líka í landeldi, augljóst, það eru áskoranir í að viðhalda villtum stofnum, það eru áskoranir í að viðhalda veiðitækjum fyrir dreifðari byggðir. Ég mæli með því að menn komist upp úr skotgröfunum og líka það að maður verður varið það þegar menn setja inn á Facebook að þá allt í einu vaknar nettröllin og þá eru menn ekki að spara stóru orðin. Þannig að ég held að það sé líka kostur að reyna að svæfa nettröllin. Það skiptir máli að bæta lagaumhverfi. Við þurfum að læra hratt. Og því sterkari sem viltir laxastofnar standa, því þolnari eru þeir fyrir umhverfisáhrifum, meðal annars frá áhrifum laxeldis, þannig að þar ættu sameiginlegir hagsmunir að fara saman okkur til hagsbóta inn í framtíðina. Takk fyrir áheyrnina. Fyrir einhverjum spurningum. Já, gjörðu svo vel. Takk Guðni og takk fyrir góðan fyrirlestur.